Gunnar Dan hefur verið áberandi undanfarið í umræðinu óútskýrð fyrirbæri og geimverur. Hann gaf út bók nýlega og það önnur á leiðinni þetta og í rauninni sannar sögur af Íslendingum sem að hafa upplifað svona yfirnáttúruleg fyrirbæri og við ætlum bara að læra þetta í dag. Mér langar sérstaklega að skilja þetta og jafnvel trúa að það séu til svona yfirnáttúruleg og jafnvel líf á öðrum hnöttum. En Gunnar segir við erum ekki ein í alheiminum og það hljómar sennilega. Gunnar, byrja á þeirri setningu. Við erum ekki ein í alheiminum. Ertu að spyrja mig spurningar? Já. Númer 1. Og takk fyrir að bjóða mér. Já, bara gaman að fá þig. Sannar sögur, sagðirðu. Við vitum ekkert það. Við vitum ekkert það hvort þessar sögur sem í þessari bók hérna, hvort það séu sannar eða ekki, sko. Það eru sannar fyrir þeim sem að sögðu þær og upplifðu eitthvað. Já, sko, þetta náttúrulega bara, þetta eru sögur samt sem áður. Já. Og mann ber að bera virðingu fyrir sögum fólks og ég hef sem sagt fengið það hlutverk og ég get komið inn á það eftir að miðla upplýsingum og miðla sögum fólks og málið að ég get alveg miðlað upplýsingum án þess að þurfa að fara að leggja eitthvað persónulegan dóm á það hvort þetta sé í samhengi við eitthvað raunveruleika eða ekki, sko, en því að þarna förum við aftur í það að skilgreina bara hvað upplifun er. Já. Og hver upplifun innan efnisveruleikans, hvað er það? Þannig að það er allt bara einhvern veginn svona skilgreiningum háð og víti veggja. Kemur líka inn á annað, kemur inn á því langar að skilja. Mér langar alveg að trúa og ég finn að þetta svona kannski aðeins það og því að ég er búin að vera svo mikið að velta því fyrir mig hvernig ég á að nálgast þetta viðtal út mér finnst þú áhugaverður og það sem þú hefur verið að gera. Já. En ég finn að það áhugi mig nær ekki inn á þetta svið. Nei, en þarna ertu náttúrulega bara í hóp, þetta er bara, þarna eru flestir. Já. Og mér fundist erfitt að skilja bara, hvernig stendur á því að möguleg tilvist sem sagt ójarnesks lífs eða ójarneskra flíilda eða svo kallara UFO hérna bara á jörðinni, hvernig það getur ekki bara verið það stæðsta af öllu í sögu mannkyns frá upphafi. Við erum að velta okkur upp úr einhverjum svona hinum á þessum pólitískum hugmyndafræðum og einhverjum ádeilum og fordæma einhverja þjóðarleiðtoga og velta fyrir okkur fjölda kynja og hvort að megi vera einhverjir regnbogalitaði fánar hérna út allan bæ með svakalega skoðanir á okkur málum sem mér finnst bara persónulega ekki skipta neinu máli í þessu samhengi og sérstaklega ekki þegar við erum með eitthvað eins og þenni UFO-málaflokk sem er náttúrulega bara algjörlega stórkostlegur, þetta er stórkostlegt. Og þarna erum við að tala hvar áhugi fólks liggur og ég hugsa, mér finnst þetta bara gott að einhver er að spá í þetta en maður kemst ekki yfir, mér finnst ég bara varla komast yfir svona mín helstu áhugamál, hvað þá? Þetta er náttúrulega kanínuhola en þegar maður er komin einhvern veginn á stað með þetta þá áttar maður sig á því að þetta snertir einhvern veginn á öllum flötum, þetta snertir náttúrulega á vísindum. Þetta snertir á mögulegum uppruna allra trúarbragða. Þetta snertir á mögulegum uppruna mannsins og tilgangi mannsins hérna á jörðinni og svo þetta snertir þetta að ævintýrum og göldrum. Þetta snertir á því hvernig samfélagi við viljum búa í og bara hvað varðar tilfinningarlegan og andlegan og vitsmunalegan og vísindarlegan þroska. Þannig að fyrir mér það bara snertir þetta öllu. Þetta snertir á samsærum og þetta snertir á því hvernig við verðum að vera gagnrýnin á íhlutun yfirvalda eða ríkja því að það sem að hefur einkennt þennan málaflokk allavega í nútíma samhengi eru þessi meintu samsæris tilburðir og ég leyfi mér að segja bara djúbríkis deilda þá aðalega innan hers- og leyniþjónustu og ég er ekki bara að tala í Bandaríkjunum heldur
heldur bara í þessum stórríkjum, hvort það sé Rússland eða Kína og meiri segja önnur Evrópuríki og Suður-Ameríka. Þú ert að fara yfir mörg mál hérna í dag með okkur, ég heyri það. Ég veit það. Og það sko nokkri hluti sem ég strax búin að kveikja sem ég langar að spyrja út í. Fyrst, ég kallaður í þetta verkefni, ég ætla að fá að ræða það og þú talar samsæriskenningar sem líka áhugavert og meiri segja sko, ég fór náttúrulega að lesa mig til og spyrja gervigreindina út í þessa hluti í gær og þá talað að þeir sem að trúa og ég spyrir hvaða fólk sem trúir og hefur áhuga á þessu og það oft þeir og þú örugglega heyrt þetta leita að öryggi og skipulagi í tilverunni, í óreiðunni í heiminum. Þannig að þetta þeir sem að eru sko, þetta ákveðnar týpur sem að eru spenntar fyrir þessu og leita þessara leiða til þess að finna sér. Ertu að vísa þá bara í týpur sem hneigjast til samsæriskenninga almennt? Já, eða ég var nú að vísa í þessa... Þennan málaflokk. Já, þessi málaflokkur, hvort það geti verið að þetta sé líka bara ákveðnir svona leit að öryggi og einhverju lógík í alheiminum sem ruglingslegur. Sko, ég var að lesa daginn, þú heyrt konseptið spiritual bypassing. Já. Þú kallaði þetta kannski svona framhjáskautun, eitthvað svona andleg framhjáskautun, hvernig við svona einhvern veginn getum svona, hvað ég segja, næstu diðaskreitt okkur með einhverjum hugmyndum eða einhverjum svona fullyrðingum að eitthvað sé einhvern veginn í þeim tilgangi að hlaupa í rauninni undan eigin, hvað ég segja, tengslarófi við sannleikan eða það er svona eitthvað tráma innra með okkur. Já. Og ég sé þetta líka mjög í þessum, þetta bara svona samsæriskenninga heiminum og þessum UFO heimi sko. Hvað fólk oft á tíðum getur verið alveg ótrúlega fljóta að einhvern veginn að draga ályktanir og hoppa einhvern veginn á vagnin án gagnrýnar hugsunar. Já. Og í því samhengi var einmitt talað svona conspiracy bypassing sem að eitthvað sem maður þarf að varast því að ég ætla að leyfa mér að efast og það að ég skrifa yfirleitt í bækurnar mínar sem að þeir áreitaðar skoða allt trúð engu en það þýðir einhvern veginn og það bara svo ég segi það líka út í að það áhugavert að því ég fór að spyrja út í þig og þar sem að þínar hugmyndir og náttúrulega ótrúlegt að geta bara svona fengið gervigreindina til þess að greina þig að þú sett mjög víðsýnn og skynsamur og þú veist alveg alls konar falli lýsingur Takk fyrir það. Þínar rannsóknir á þessu sviði. Ég reyni það sko en það líka það sem hefur einkennt svolítið einstaklingar sem eru svona svolítið í þessum svona samsæris geira, þetta oft á tíðum einstaklingar sem að hoppa svolítið fljótt á vagnin, nota ekki gagnrýna hugsun og oft á tíðum kannski ekki með eiginleika til þess að geta komið hlutunum svona, hvað ég segja, nokkuð málefnalega frá sér sem þýðir að þetta ratar aldrei í meginströmmin. Já. En þú talar samsæriskenningar, þú með tilhneigingu til þess að vera þar? Já, ég með það og það mjög einföld ástæða fyrir því eða útskýring á því að sko málið náttúrulega bara að ég sjálfur í gegnum tíðina búin að lifa náttúrulega bara lífi sem hefur einkennst mikið af óheðarleika og bara ofbeldis tilburðum þetta bara í garð sjálfsmín sem líka bara í garð annara. Já, sem bara í lífi sem alkoholisti og og í alls konar annari fíknihegðun, það hefur þetta bara leitt mig einhvern veginn bara á brautir, það sem ég lifi tvöföldu lífi, ég einhvern veginn þjakaðar af svona tvöföldu siðgæði sem þýðir einhvern veginn að það eru mínar reglur sem að ég segi engum frá og svo það reglurna sem ég finnst að aðrir eigi einhvern veginn að fylgja. Ég hef brotið á fólki ekki líkamlega kannski en ég hef sýnt af mér þetta bara andlegt ofbeldi, tilfinningarlegt, félagslegt, fjárhaldslegt ofbeldi bara gagnvart mínu fólki sem stendur mér næst sem og bara fólk, bara mínu meðbræður og systur almennt og þegar ég einhvern veginn fyrir að taka til í mínu lífi. Þú ert rosa grimmur við þig. Nei, þetta alls ekki grimmt, þetta bara, ég horfa á þetta bara raunsætt en það sem gerist fyrir mig fyrir svona cirka 10 árum síðan að ég fer í algjört burnout, enda í taugafalli og stöða náttúrulega bara neyslu þetta alkohóli og öðrum efnum, bæði löglegum og ólöglegum samkvæmt þeim skilgreiningum. Tengir þennan óheðarleika og þetta svona ofbeldi sem þú ert að tala að þú hafi beitt fólk, þitt nánasta fólk aðalega þá. Já. Tengjur það við neyslu?
Já, auðvitað einhverjum hluta. Ég meina neyslan náttúrulega, þú veist, sem við tala neysluna sem ákveðin einkenni af einhverju svona ástandi og það er oft talað alkoholisma sem sjúkdóm og svo auðvitað hægt að rökræða það hvort það sé sjúkdómur eða eitthvað skonar ástand. Ég vil meira að kalla þetta eitthvað skonar svona tengslarof við eitthvað sem náttúrulegt eða náttúruna og auðvitað bara eitthvað guðlegt eðli sem býr innra með okkur sem af einhverju sem okkur náttúrulegt sem náttúrulega bara líka sprottið af kannski tengslarofi við fólkið okkar og svo framvegis. Þannig að ég á bara einhverjum flótta í örvæntingu að leita að Guði. Hvenær byrjar þetta? Bara ef við förum aðeins yfir þína sögur stuttlega, þá ert þú frægur tónlistarmaður, ert í hljómsveit og ert að gera, ert ekki, hefur aldrei verið í tónlist? Nei, ok, það var gerfigreitt að gappa mig. Nei, ég er ekki tónlistarmaður. Þú sagði að verið í hljómsveitina Ensími. Nei, það er grínast. Ok, gott að ég kom þess að. Herðu, það er ekki treystu öllu sem gerfigrindin segir. Ég er bara húsgangsmiður eins og ég sagði við hann sem búin að vinna við það í 25 ár og samhliða því var ég bara í mikilli neyslu og vitlis og bulli, kem frá svona semi-brotnu heimili sem bara ákveði tengslarof bara í garð minna foreldra á sér stað sem bara fer með mig í rauninni bara eitthvað út í horn sko og svo ég bara orðinn fullorðinn maður þar sem ég bara eitthvað ennþá óþroskaður einhvern veginn alveg sjúklega óttasleginn og þjakaður og háður áfengi og öðrum efnum sem bara leiði mig í taugafall sem verður til þess að ég verð fyrir uppljómun og í þessari uppljómun þá sé ég bara hver ég er búin að vera og hvernig ég er búin að beita fólk ofbeldi og þegar ég er komin í virka samkennd má ég aðstaldra við þetta? Þú ert að segja uppljómun og þú ert að lýsa bara við hægjum aðeins á. Já. Lýstu þessu, hvað gerist? Í uppljómun? Já, taugaáfall og uppljómun. Já, taugaáfall bara lýsir sig þannig að það er ákveðin ofhleðsla efnis sem á sér stað í vitundin á mér sem þýðir að ég er búin að hlaða hugmynd ofan á hugmynd áratug eftir áratug sem yfirleitt sem sagt bara ég er bara keyrið áfram á 8. Sjálfsblekkingar hugmyndir sem að þú hefur byggt sjálfsmyndin og hugmyndir á. Allt vitleysa og allt falskt og ég er búin að byggja þetta upp og ég er búin að hlaða en öfuga píramída í marga áratugi sem bara verður til þess að dag einn og það er basically 17. júní 2016 þá hrynur allt í grunna. Og það myndast bara eitthvað glufa fyrir eitthvað ljós sem verður til þess að ég fæ bara, ég er einhvern veginn komin á stað þar sem að dauði er ekkit endilega slæm hugmynd og einhvern veginn eina hálmstráið einhvern veginn. Ertu að hugsa sjálfsmorð þá, jafnvel? Sko, það sem ég ætla að segja næst það kannski það eina sem kom í veg fyrir að ég einhvern veginn fór eitthvað í þá átt var náttúrulega bara ég var barnið mitt og kona mín sko. Og það er bara eitthvað sem ég hélt í eitthvað dauðahald sko en það sem gerist fyrir mig nokkrum vikum eftir að ég stöðaði hann einhverja neyslu og búin að vera í frákvörum og vesinni einhverja vikur sem sagt og talandi frákvör þá voru frákvörin ekki af þessu götulyfjum sem ég var að taka eða endilega alkóhóli heldur þessi lyf sem ég var reyndar ekki að taka á löglegan hátt en sem sagt þessi svokölluðu lögleg lyf sem kvíðalyf sem ég bruti eins og Smarties hræðileg frákvör á því en það sem gerist er að ég er dregin inn í bara sterka, gagngerða andlega reynslu, það sem ég er tekin úr líkamannum og það er svolítið erfitt að koma kannski orðum að því en í einhvern x tíma þá er ég baðaður í öllu ljósi heimsins ekki sem sagt vitundin ekki í líkamannum og þannig er ég ekki undir áhrifum á neinum hugveikandi efnum eða neinu heldur blávetrú. Já. Við hvaða aðstæður er þetta? Þetta eru aðstæður sko sem ég var bara í það mikilli uppgjöf að ég var hættur að reyna. Já, það er uppgjöfin oft sem opnar þessa vit sko. Já, og þá er ég bara rifin út og mér er sýnt að það er eitthvað guðlegu veruleiki. Það er eitthvað andlegt, það er einhverjir galdrar og þú svo sagðir hérna í byrjun til langar að skilja og ég bara áttaði mig á því að ég með sko mínu hugviti sama hversu mikið vitsmjölulegu bolmagni ég bý yfir þá mun ég aldrei geta skilið þenni veruleika né rammaðan inn með hugmyndum, það er ekki hægt. Já, ég skil. Og mér er einhvern veginn kastað tilbaka með einhverja vissu að þetta verður í lagi
og mér kastað tilbaka vitandi að ég má leika mér og ég má leita en þó einhvern veginn á þess að gera kröfu að ég finni nokkuð skapaðan hlut. Já. Heldur snýst þetta bara einhvern veginn sem sagt bara vegferðina. Hver að gefa þér skilaboð þarna? Eins og ég segi, ég veit það ekki. En það koma svona skilaboð upplifun af því að þú ert svona blessaður eða þetta í lagi. Ég upplifaði þannig að mér hafi bara, ég hef bara orðið fyrir hann einhverju náðun. Mér hef bara verið náðaður og snertur og síðan þá auðvitað, er ég náttúrulega búin að vera edrú sem er náttúrulega bara, sem er bara svona eins og aukaverkun af því að komast í tengsl við Guð. Vá, og þú talaðir áðan tengslar og frá sjálfum þér og fjölskyldunniðinni og þarna kemst í tengsl. Þarna kemst ég í eitthvað svona raunveruleika tengsl sem að hefur gert mig hæfan til þess að einhvern veginn að hefja þetta leiðréttingaferli. Og þá kannski, bara svona út af því að ég er forvitin, ertu að tala kannski að þú finnir sálina þína? Svo oft erfið svona orð. Já, kjarnan þinn eða sjálfan þig eða, þú veist, út af því að ég kemst allavega í tengingu. Þú er búin að segja að þú hafi verið að raða upp alls konar hugmyndum og pörtum og einhverju fyrir fram að þig og svo ertu þarna komin eitthvað nær. Ég fer allavega inn á eitthvað svið sem hefur með eilífið að gera og er handan tíma og rúms. Slum að ráða þannig. Hvort sem við getum skýrt þetta sem sál eða hvort sem við getum skýrt þetta sem kundalíni, vakningu eða, mér oft illa við svona merki með það. En þetta var allavega reynsla. Og ef ég ætla að lýsa reynslunni sem slíkri, þetta er mjög frikað, þegar ég byrja að missa máttinn í líkamanum, tilfinninguna fyrir líkamanum, að ég fer að missa andadráttinn minn. Það er allt þetta sem gerist. Sem ég nánast hætti að anda. Og svo upplifi ég sem áhorandi eða observer eða vitund að ég dregin upp eftir þræði sem að komi fyrir sjónir eins og hann væri úr amber. Þú veist hvað amber er? Þetta er raf, þetta er basically bara steingerð trjákvoða. Hún er svona gylt, hún er gullituð og nánast gegnsæm. Ég dregin upp eftir þessum þræði og svo ríða yfir mig svona svo öldur af ljósi upp líkamann minn og ég missi algjör tengsl við líkamann og svo á sér stað sprenging af ljósi. Það sem ég segja bara, ég get eiginlega ekki útskýrt þetta öðruvísi en ég var baðaður í öllu ljósi heimsins. Og þetta er ekkit ólíkt því sem ég heyri þegar fólki til dæmis að fara inn í God Molecule eða DMT5-MeO sem er náttúrulega bara eitt af sterkasta, örugglega það sterkasta hugaukandi efni sem er notað í dag og það sem að fólk fer inn í þetta allt ljós heimsins. En þetta er líka líkt því sem fólk upplifir þegar það verður fyrir svona kundalínivöknun. Já, algjörlega og eflaust eru að tala sama fyrirbæri. Mér er bara illa við að setja á þetta nafn. Því ég er líka búin að komast að því að orðin ljúga og það er mjög auðvelt fyrir mig að dygðaskreita mig með orðum. Og ég reynda við erum samt, þarf þessi orð en á sama tíma er við nauðsynlega en eins og til dæmis Krishnamurti segir einhvern tímann, hann segir þú ert að koma þessu frá þér í eins fáum orðum og mögulegt er því orðin ljúga þannig að þetta er ótrúlega fín lína sem við þurfum að fara en samt upplifi ég svo oft í svona samtali með því að svona spyrja og spekla þá kemst maður nær einhverjum sannleika. Það er eitthvað þroski sem á sér stað. Já, og orðin, það verður skýrar og skýrara þar sem maður er að reyna þau eru nauðsynlega. Er að reyna að tjá. Já. Og ég fæ oft svona þegar einhver hlustar svona vel á mig og ég kemst alveg í sannleikan, þá fæ ég svona eins og kökk, þá bara finn ég að ég dett inn í einhvern sannleika innra með mér. Já. Þannig að það eru á endanum orð sem að hjálpa mér þangað og hlustun. Já. Og það gagnast þér í dag. Já. En ekki á morgun. Já, en samt alltaf því meira þurfum við að halda áfram og þetta er bara þessi leit og einmitt, en það sem að þetta er fyrir 10 árum síðan tæpum
Okay. Og síðan ég búin að vera að grafa mig bara áfram og ég náttúrulega bara byrjaði því að þurfa einhvern veginn að fara að afgreiða þessar stíflur í mínum eigin orkustöðum sem snéru að hvötum og löngunum, sem snéru að óheiðarleika í samböndum við annað fólk, þannig að það gerðist mikið hratt og örugglega, en ég þurfti samt sem að fara inn í eitthvað svona ferli sem snéri að svona leiðréttingu og svona endurforritun bara á mér sem manneskja og svo gerist það bara eftir eitthvað svona 3-4 ár að ég áttaði mig á því að þú mátt bara líka leika þér og þú mátt bara grafa án þess að það sé einhvern veginn bara tengt því að þú ert endalaust eitthvað að garfa í sjálfveður og reyna að komast að því hver þú ert. Já. Því það líka svo sjúklega þreytandi. Já. Þú segir að þú hafir einhvern veginn fundið og kannski verið aðeins frí frá þessari eilífu sjálfsvinnu. Algjörlega, ég kom mér svo mikið upp í kokaði sko. Hvað var þetta langt tímabil? Þú talar fyrir 10 árum? Já, þetta voru kannski nokkur ár og þetta einhvern veginn, svo kemur þetta bara COVID og þá fer allt á hliðina og þá rís upp alveg svakalega stór og öflugur sársaukalíkami innra með mér sem snýr einhvern veginn að svona mótlæti, sem snýr að höfnun, sem snýr að efahyggju, því ég náttúrulega bara trúði engu sem þríeykið sagði og ég trúi engu sem lyfjafyrirtækin sögðu, því ég er búin að horfa upp á bara alveg gengdalaust ofbeldi lyfjafyrirtækja núna bara síðustu áratugi og það virðist einhvern veginn enginn vera að setja saman þessa punktaskiluru og sérstaklega ekki þegar á tímum COVID þegar bóluefni komi og allt þetta, en enn kannski ekki að fara of náðu út í það, en það var alveg ótrúlega lærdómsríkt skiluru og svo einhvern veginn líku því og þarna þú aftur svona að hugsa sjálfstætt, mjög sjálfstætt og kannski ekki bara að fylgja straumnum. Nei, alls ekki. En samt stórhópur af fólki sem er sama sinnis sem að... Hann var ekki mjög stór þá. Er það ekki? Nei, hann hefur farið stækkandi og hann ég myndi segja svona það sem að var 3-5% er kannski mögulega orðið 15-20 í dag. En ég er náttúrulega svo fórhundin. Finnst þér eins og þú hafi fengið þarna einhver innsýn varðandi þetta eða var þetta... á tímum COVID? Já. Klárlega, algjörlega og hann innsýn í það bara í rauninu bara hver við erum sko, sem samfélag og hver við erum í tengslum við svona, hvað ég segja, stökkbreytta kapitalíska djúpríkis elítu skilur, sem að við einhvern veginn bara sem að eiga fyrirtækin, eiga allan iðnaðinn sem snýr að vopna á varnarmálum, snýr á matvæla iðnaði, það snýr auðvitað hefur snúið á tóbaksiðnaði til að byrja með orku iðnaði, og stríðstóla iðnaði og svo lyfjaiðnaði og fyrir vikið líka fréttastöðar með aðgengin í allar opinbera stofnanir, hvort sé þessi heilbrigðisstofnanir og tryggingafélög og banka og svo framvegis. Okkur er bara algjörlega stýrt og ég sé þetta, þótt ég fari ekki kannski alveg á dýftina með þetta eins og sumir og bara sumir sem bara einfallega þeir bara kortleggja þetta. Skilju, ég er svona einstaklingur, ég veit lítið ógeðslega margt. En ég sé þetta bara mjög skýrt og það er kannski það sem ég er að reyna að koma orðum að en það er svona grunnafstaða í þessu öllu sem þú ert að segja sem þú svona efast kerfið og þessa og þú sér misréttið og sér ég hef fengið að efast kerfið í sjálfum mér og það er það sem ég er að reyna að koma orðum að ef ég kom inn í virka samkennd og ég er búin að sjá ofbeldi sem ég sjálfur og samsærist tilburina sem ég sjálfur hef sýnt af mér. Af hverju ætti það fyrirgjöðu einhvern veginn að vera öðruvísi með aðra einstaklinga? Þetta er enda mjög áhugavert. Skilur, eða bara hópa af einstaklingum sem eru einhvern veginn rammaðir inn í einhvers konar hugmyndafræði, hvort þessi pólitísk hugmyndafræði eða einhvers konar fyrirtæki eða stofnanir. Skilur, því maðurinn, við erum svo ótrúlega breyskir og við erum svo óttaslegnir og ótti elur á sig græðgi og samkennd, ef hún nær 360 gráður, þá erum við ekki að hafa okkur svona. En ef við erum í skilyrtri samkennd, þá erum við tilbúin til þess að hugsa hagsmun einhvers afmarkas hóps, sem getur verið þessi 1% ofur stökkbreytta kapitalíska elita, en okkur er drull restina og hana þrælaveðu við bara. Og þú segir, og þetta kemur aftur og aftur upp hérna í samtölu sig að það er einhver ótti sem stýrir þess, það er og þetta mannlega eðli
sem að sko svona einstaklingshyggja, já, en á sama tíma og árangursdrifið. já, en svo sé ég nákvæmlega sama gerast í svona svokölluðu svona pólitísku sósíalísku samhengi, algjörlega, ég meina, eitthvað svona sósíalíska sveiflur geta algjörlega alið og sagan hefur sýnt að elur af sig bara fasisma, alveg eins og hægri sveiflan gerir. Ég rauninni bara komin handan allra hugmyndafræði eða allrar innrömmunar hvernig í rauninni samfélag á að vera uppbyggt, og það þessi setning sem kemur til mín, einhvern veginn dagurinn sem að maðurinn tilbúin fyrir raunverulegt lýðræði. Það dagurinn sem við þurfum ekki einu svona á því að halda, því við erum komin í óskilyrta samkennd og við erum komin í uppljómun og þá þarft engin lög, þú þarft enga reglur, því hver og einn einstaklingur búin að átta sig á því að hann ekki aðgreindur frá öðrum, og mín velferð, hún í algjöru samræmi við velferð heildarinnar. Þá erum við bara að ferðast hérna sem ljósvörurnar sem við erum, og við tökum tillit og við erum í heiðarleika því við þurfum ekkert að fela, og það engin græðgi því að við innst inni vitum við að við höfum nóg. Þetta upplýst samfélag og þetta það sem ég æðisleg framtíðarsýn. Já, framtíðarsýn. Þetta ekki bara sýn, þetta tíðar raunveruleiki og þetta það sem býður okkar og ég veit það. En við erum bara hérna núna, þetta bara eins og sköpunarsagan segir, þegar Adam og Evu, þessum tveimum pólum kundalíni orkunar kastað úr aldingarðinum eftir að hafa fengið fölsk skilaboð frá Guði, ég segi innan svega Guði, og kastað hérna bara í einhverja eyðimerkurgöngu þar sem við erum orðin meðvituð nekt okkar, við erum einhvern veginn að þjást hérna og í gleði einhvern veginn í bland hérna, í heimi tvíhyggjunar, og við erum að rölta hérna einhvern veginn í gegnum þessa merkimiða góðs og íls, og svo kemur bara að því að við komum að einhverju svona hliði, og handan þessar hliðis tré lífsins sem að sem sagt bara táknar, og ég meina austræn heimspeki eða búddisma og hindúisma eða hvað það nú þetta rauninni bara tákn fyrir kundalínivakningu eða hrygg mannsins, þetta uppljómunarkerfi mannsins með öllum þessum orkustöðum. Og þetta eru örlögin okkar. Þetta rauninni ekki einu sinni framtíðarsýn, þetta eru örlögin okkar. Þú vilt meina þess að táknsögur séu þarna í þessum helgiritum. Já, algjörlega. Og þarna hvað varðar þessi UFO samfélög og einmitt. En býttu aðeins, það svo margt sem þú ert að segja sem ég þarf að spyrja út í. Hvar eru við sirka stödd á þessum tíma ás? Hvar, og við erum náttúrulega, hvað að gerast núna í þróunarsögu mannsins? Þú ert í rauninni að tala um það að við séum á þessu, við erum að komast út úr eyðimörkinni. Já, einhver. Já. Guðrún Bergmann orðar þetta skemmtilega, hún sagði jörðin að klofna, og það einmitt kafli í nýju bókinni hérna sem ég kemur út núna í lok sumars, UFO 202, sem að heimitt heitir, hann ber þetta heiti jörðin klofnar, og það felur í sér að við erum að skiptast upp í tvær fylkingar. Það hópurinn sem að velur sundrung, sásöka, pólitíska deilur og afstöðu með einhverjum á móti öðrum, eða móti einhverju hugmyndafræði að móti annari, og þetta fólki sem að í sársauka og kvöl, sama hversu réttlátum málstað það telur sér trúum að vera að berjast fyrir. Þetta fólki sem að veikist og deyr í þjáningu. Og það ekki eitthvað einu sinni sorglegt, þetta bara það sem það En þetta samt svona ekki alveg kærleiksríkt. Þetta jú, í rauninni, því ég trúi því að bundin endapunktur mannsins, sama hvað þú velur hér og nú, alltaf ljós. Spurningin bara hversu brösótt þessi leið sálnana, hversu brösótta leið þurfum við að fara til þess að komast þangað. En svo ertu bara með sístækkandi hóp af fólki sem að komast inn í einhvers konar andlega vakningu, og það þýðir ekki, ég að mæta í vinnun alla dag og borga skatta. Það þýðir ekki endilega að ég að fara í kjörklefan og kjósa eitthvað flokk í einhverju svona sýndalýðræðislega pólitískri nálgun, og ég ekki að gera það. En ég að borga mína skatt og ég að taka það til samfélagi, ég að ala upp ungling sem í menntaskóla, og ég giftu konu og við erum með bíla og við erum að fara í bónus og kaupa bláber og uppsprengtu verðu. Ég að gera alltaf svo venlulegu hluti. En má ég spyrja þig núna, út í að þú segir, það hópur af fólki sem hefur orðið fyrir þessari andlegu vakningu, meðvitað þetta andlega líf
og í rauninni búið átt að sjá þú veist því að það er best að vera sem mest í samkennd og kærleika og tengslu við sjálfan sig og aðra og jafnvel einhverja alheimsorku. Er það sem þú ert að segja? Já, en, svona einhverju leyti, já. Og þetta er sístækkandi hópur og það er líka einhver þróun að eigast í stað í einhverju hækkari tíðni sem ég skil kannski ekki alveg en ég heyri að þú ert líka að setja þetta samhengi. Þetta er að verða auðveldara. Já, það er það og veist, ég fer inn í annað tímabil sem sagt fyrir ári síðan sem sagt fljótlega eða sem sagt stuttu áður en að ég beðin að skrifa þessa bók UFO 101. Og það er svona tímabil þar sem ég er að vakna sem sagt á næturnar með sem sagt bara svona milli í ástandi þar sem ég er svona einhvern veginn á milli svefns og vöku. Ég fer að finna fyrir smellum hérna aftast í höfukúpuna á mér sem sagt með henni ligg þarna sem sagt upp í rúmi og ég er á okkur svona skrýtnum stað sem ég fer að fá tíminn svona hvað ég segja, hugboð, ég mun sumum undir kalla þetta eitthvað svona bara niðurhöl eða download en ég er að fá bara svona tíminn hugmyndir og ég er að fá tíminn bara svona já, bara eitthvað svona upplýsingar og á sama tíma ég fer að setja þetta í samband við til dæmis eins og sólgos og ég fer að skoða hluti eins og Schumann resonans sem er hjartsláttur jarðar sem er mældur í hersum og þá sé ég að hann er bara einhvern veginn að rjúkandi einhvern veginn upp úr öllu valdi og sama tíma hjartsláttur jarðar en Schumann resonans sem er hvað ég að segja þetta er rauninni mæli eining eða þetta er bara mæling á hjartslætti jarðar eftir að í rauninni jörðin verður fyrir áhrifum af til dæmis sólgosum því sólin kastar til okkar orku út frá sínum sólgosum sem berast til jarðar og eitthvað að þetta bara brennur upp í segulhjúpi jarðar og það er það sem við sjáum sem norðurljós til dæmis en ég fer að setja þetta í samhengi við þetta og það á sama tíma er hérna einhver sem sagt sjaldgæf afstaða milli heimiltungla í okkar sólkerfi og þannig að það er eitthvað svona tíðnibreiting sem er að eiga sér stað. Þú finnur þetta hérna í höfðinu? Ég fann þetta bara í breyttri líðan og ég fann þetta í svona mér er illa við að segja download en samt sem áður það var ákveðin niðurhala upplýsingum og það sem ég fekk það er allir farnir að tala að þeir fái svona mér fannst tíminn vera farin að breytast og ég fór að finna einhvern veginn fyrir svona skýrum tilgangi og ég fekk tíminn einhvern veginn þá vissu bara Gunni þú ert komin bara inn á ákveðið svið núna og það býður þín eitthvað hlutverk og það kom mjög skýrt tíminn þetta hefur með miðlun og upplýsingum að gera hvað var það sem er framundan. 2 mánuðum seinna þá hefur Tómas Hermansson samband við mig sem er sem sagt útgefandinn hjá Sögum bókaútgáfu og hann biður mig að skrifa þessa bók og hann sagði við mig skrifaði bók geimverur, helst hugvakjandi efni líka og hafði hana bara nóg og hann skoði skrýtna og ég sagði bara frábært, ég er akkurat maðurinn í þetta verkefni og fer sem sagt í þetta með honum og þetta er það sem er búið að vera að halda mér upptöknu núna síðasta árið. Tengdist þetta sem þú varst að upplifa þarna þessu þú veist, ég vil meina það og þú ert að tala hjartslátt jarðar og hækkaða tíðni er þetta hluti af þessari heimsmynd þinni að við séum ekki ein og það séu geimverur og fljúgandi furðuhlutir? Ég vil meina það, já. Ég vil meina það að sólin búi yfir vitund og vitsmunum. Ég vil meina að sólkerfið og hvernig plánutum eru uppraðað í okkar sólkerfi og annara búi yfir skýrum ásetning og það er rauninni forsendur fyrir hverja einustu hreyfingu þannig að já, ég vil meina að þetta tengist en svo auðvitað komum við einmitt að þessum UFO málaflokk sem er bara að verða skrýtnari og skrýtnari og skrýtnari bara eftir því sem að nánast bara dagarnir, vikurnar eða max mánuðinir líða og fyrir okkur við erum að fylgjast, ég er að fylgjast með þessum málaflokk hvernig hann er að þróast þá sérstaklega vestanhafs og þetta það lítur út fyrir það að við séum að stofna í einhvers konar uppljóstrun á gögnum og við séum að stefna í einhvers konar opinbera yfirlýsingu sem sagt
já, leiðtoga stórríkis og þá mjög líklega Bandaríkjanna hinn sívinsæli eða hataði Donald Trump mun mjög líklega sem sagt stíga á svið núna innan örfáa mánaða og lýsa því yfir að við erum ekki ein. Þannig að það eitthvað mikið í gangi hvað það varðar. Ég skoðu las það að NASA bara að gera alls konar tilraunir og rannsóknir og það ekki rétt? NASA ekki bara eiginlega með þér í liði? Nei, ég ekkert svo rosalega mikið viss það sem hefur verið að gerast að vísindamenn innan NASA og þetta leyniþjónustu hafa verið að hverfa. Það það sem hefur búið að vera í gangi núna upp á síðkasti. Og eru það þeir sem hafa hugsanlega verið inn á þessari línu? Já, það lítur allt út til það. Hver gæti yfirlýsingin verið sem að Donald Trump líklegur að koma fram með á næstunni? Við erum ekki ein, við höfum ekki verið það lengi. Þessi uppljóstrun mun mjög líklega vera, henni mun vera stýrð og við munum einhvern veginn aldrei fá skýra mynd af því sem raunverulega í gangi. Því að þegar ég segja að málaflokkurinn sé að breytast þá einhvern veginn, ef þú myndir lesa þessa bók sem þú ert með fyrir fram að UFO 101. Þetta kortlagning á meintum samsæristilburðum djúpríkis og þarna fer ég með svona þessi stæðstu svona meginstraumsmál, hvað var það UFO eins og Roswell og svo framvegis og svo þetta íslenska frásagnir í bland. En þessi bók svolítið svona nuts and bolts, þetta svolítið svona efnisveruleikinn og þetta svona svolítið eins og maður sér þetta svona á yfirborðinu og hefur gert svona í svona dægurmálalegu samhengi síðustu áratugi. Með svona hversdagslegri vitund. Já, en það sem að gerast núna og það sem að UFO 202 einhvern veginn mun verða, hún næsta bók. Já, ég var bara skilin í gær eða handriti inn í prófarkalestur. Þetta á andlegum toga. Þetta snýr að uppruna mannsins, þetta snýr að uppruna trúarbragða og þetta snýr í rauninni að þeirri spurningu, við erum að tala ójarneska verur, hver kom á undan við eða þær? Og þegar maður farin að tala interdimensional verur sem einhvern veginn geta ferðast handan tíma og rúms, tekið á sig einhvers konar birtingamynd í efnislegu formi sem og ekki, þá höfum við í rauninni engan skilning eða í rauninni vitsmjörnulegt bolmagn bara til þess að reyna bara að ramma þetta inn. Það bara ekki hægt. Þetta skrítið. En einhver framtíðarsýn með við þetta? Eða bara út af því að við erum komin með þessa tímalínu þar sem við erum að skoða á hvaða ferðalagi við erum, mannskepnan á jörðinni. Og þú ert með ákveðnar hugmyndir hvað að það verði þú veist aukin kærleikur og samkennd og við séum að fara að ganga meira inn í ljósið og hvað tekur við? Von fyrir lúsera, ég hef alltaf sagt það. Það þýðir ekki að vona nokkuð skapan hlut. Þá vill ég frekar gangast upp því að ég veit ekki. Það felur í sér ákveðna auðmýkt að vita ekki. Og málið að ég svolítið þar. Ég veit, ég svo agndofa gagnvart auðvitað bara þessum efnisveruleika til að byrja með sem ég vil meina að sé ekki bara framleiddur heldur arkitekta hannaður í þeim tilgangi að skóla sálirna til í heimi tvíhyggju. Hafa það á hreinu. Já, þannig þú hefur trúið því að þetta sé allt saman námskeið sem við erum á Þetta raunveruleiki sem slíkur en hann framleiddur. Hvað mennur framleiddur? Nú þetta mér í hug hann myndin arkitekta hannaður Truman Show. Já, þetta basically já, ég vil meina að í vissum skilning þá erum við að tala um bara Og eru geimverurnar búin að setja okkur í þessar aðstæður eða einhverjar verur á öðrum hnöttum að stúdera okkur? Nei, ekki stúdera. Ég vil meina að það sé meira kannski einhvers konar svona kosmísk hreyfing einmitt sem snýr að þessari eyðimörkugöngu að skóla okkur til í heimi tvíhyggjunnar. Það búið að skóla mig til og mér upplifi mig á einhverjum stað í dag þar sem ég bara virðist ekki geta tekið afstöðu í því samhengi að ég sé annarkot með eða móti.
En útskýrðu tvíhyggju í þessu samhengi? Já, sko, við skulum bara byrjaði að ágræða þetta hérna. Ég stend agndofa gagnvart lífinu. Já. Og ég eiginlega búin að gangast bara við því að ég veit ekkert hvað að fara að gerast, þótt ég hafi kannski eitthvað ákveðna tilfinningu fyrir hlutunum. En ég reyna að stíga varlega til jarðar, og því að ef þú ferð að hugsa líka bara tíma, þú segir hvað að fara að gerast, þú ert semst að vísa í framtíð, og bara það eitt og sér, framtíð, það ákveðið konstrukt sem felur í sér tvíhyggju. Þannig ertu farin að hugsa tíma í línulegu samhengi, hvað var það fortíð og framtíð. Og ég bara einhvern veginn, þegar ég segi... En tvíhyggja það ekki líka þetta, ótti kærleikur... Jú. Þú heimfærir tvíhyggjuna inn á alla hluti, ef þú vilt. Já. Og tími náttúrulega Og það eitthvað svona grunn hugmyndakerfi sem við byggjum allar okkar hugmyndir á. Þannig að þegar við segjum hérna hvað að fara að gerast, þá ég farin að hugsa í framtíð. Og ég veit, ég þekki það ekki. Nei. Og En hvað væri best? Hvað væri best? Já. Það ekkert annað í boði en það sem gerist. Og það best. Og ég hef fengið að vita það. Þú trúir að þetta sé allt á réttri leið. Það allt út frá gefnum forsendum. Allt saman eins og á að vera. Og ég hef fengið, nú ætlum ég að fara varlega, stíga varlega til jarðar og tala undir rós, en ég hef fengið heimsókn það sem að mér var sagt að það engin fæðing og engin dauði, og það engin sorg í þjáningu, og öll stríð þessa heims út frá gefnum forsendum, og það ekkert nema fegurð. Því efnisveruleikin hverfull, á meðan sálin það ekki. Hún eilífð og felur ekki í sér tvíhyggju, heldur núllpunktur. Það bara einn punktur. Það engin tími. Og það þetta nú, eða? Ég bara leið og sagðir það, þá erum við farin að ljúga, það ekki hægt að tala um þetta. En ég að leitast eftir því að leika mér, og ég að leitast eftir því að miðla upplýsingum sem að brjóta upp formið, og vonandi fær fólk til þess að íhuga þann möguleika að kerfið sem búið til hérna af mönnum og hugmyndafræðin sem búin til af mönnum lygi, og það eitthvað annað sem snýr að einhverjum guðlegum kjarna sem að býr innra með hverjum á einum, og í raun við ekki aðgreind af neinu nema landamærum, tungumáli og ásýnd, einmitt, og mismunandi líkamlegri ásýnd. Að í raun við öll bara einn og sami orkulíkaminn, og sama hver þú ert, þá grunnþarfirnar okkar alltaf það sömu. Við erum að sækjast eftir ást, við erum að sækjast eftir húsnæðislegu og fæðuöryggi, við erum að sækjast eftir því að tryggja öryggi barnan okkar, við erum að sækjast eftir sköpun, við erum að sækjast eftir léttleika, við erum að sækjast í auðmýktina sem við fáum þegar við stöndum fram fyrir Guði, algjörlega óháð trúarbrögðum eða hvort ég sé hvar ég stattur, hvað það varðar. Við erum öll að sækjast í það sama, og það í rauninni bara frelsi, léttleiki, ást, kærleikur og tengsl. Þannig að það kannski bara það sem ég að vonast. Lágmarka þjáningu? Ég kannski ekki endilega að horfa á þjáningu, að sjá þjáningu fyrir það sem hún raunverulega Því það líka eitt, ef þú sækist eftir það að vilja lágmarka þjáningu, það felur í sér skort. Það felur í sér löngun.
Þannig að við þurfum að fara að sjá sko löngun fyrir það sem hún raunverulega er. Ég mun aldrei losna við þjáningu þegar það eina sem ég vill er að losna við hana. Þetta er áhugaverð Ég þarf að fara að sjá eðli þjáningarinnar og veistu það, ég mun komast að því að þjáningin er bara þessi viðnámsorka sem skapast þegar að blekkingin er í ósætti við það sem raunverulega er í gangi. Þetta er mjög áhugavert, já, og þetta er alveg samræmi við austurlensku heimspekina. Veistu það, og ég hef upplifað að, þetta er kannski ágætið saga, veit ekki hvað við höfum langan tíma. Við höfum smá tíma Við höfum 5 mínútur, það er annað viðtal að byrja til 5 mínútur, eða ekki. Skulum hafa þá á hreinu. Ég sat einu sinni svona, þegar ég var einmitt, í spiritual bypassing ferlinu mínu, sem er búin að spanna í áratugi, þá hélt ég að ég myndi einmitt losna við þjáningu með því að fara á nokkur svona vipassana hugleiðslu retreat, þú veist hvað það er. Þá ferðu inn í svona 10 daga silent retreat, þar sem þú slítur tengsl við fólk og augnsamband og þú situr frá 4 á morgnana til 9 á kvöldin bara með sjálfum þér og grætur yfir þjáningunni sem bara fylgir að vera manneskja. Bara þjáningunni sem þú finnur innra með þér í þögn. Já, og ég sit þarna á 7. degi á mína fyrsta námskeiði sem ég fór á. Það var í Svíþjóð og ég sit þarna í einhverjum hálflótus og það er bara eins og ég sé í stríði. Mér er svo illt. Ég er svo sorgmættur, ég er svo einmana og ég er að drepast í bakinu. Og ég var að íhuga að bara labba út og ég var að íhuga allavega að panta tíma hjá einhverjum af þessum munkum hérna, bara viðtal, bara sorry, ég held að þurfa að leggja mig inn á spítala. Mér var svo illt. Og það er hérna einhver rödd sem að ómar, sem að þetta held að þetta sé sanskrit, sem að er anicca, sem þýðir bara, veist, þetta er basically bara afstöðuleysi. Bara komdu þér í afstöðuleysi, skoðaðu hlutina sem sagt óháð því að merkjan sem eitthvað x eða svona. Og ég fer að skoða henni sásökan sem ég er að upplifa þarna í bakinu og það verður eitthvað svona shift í vitundin á mér og allt í einu eins og smelt var í fingri, einmitt ekki framtíð, heldur núna, strax, þá umbreytist þessi orka. Þessi svo kallaði sásöki sem ég grét yfir í sko gilda strauma sem leku hrygginn á mér og þeir fóru úr því að vera fjandsamlegir yfir í að vera vinveittir og eitthvað sem varð þjáning breytist í sælu. Þjáning er eitthvað allt annað en við sjáum. Þetta er mjög áhugavert en ég myndi skilja þetta þannig að þú ert að fara í svona eftirgjöf og slaka inn í einhverja spennu sem eða lokun eða eitthvað sem er í líkamannum og þegar losnar þá mögulega svona, þannig myndi ég útskýra það en ég þekki það sem þú tala um. En þarna losnaði ég við þjáningu en ekki út frá því ég vildi það eða óskaði þess eða tók ákvörðunum heldur gerðist eitthvað innra með mér þannig að losun undan þjáningu kom inn í líf mitt sem afleiðing af einhverju öðru. En ég minna þetta er bara það sama og þú ert að segja með að gefast upp þegar að þú uppgjöf. Já, þetta er uppgjöf. Þetta er stanslaust bara einhvern veginn að gefa eftir inn í það sem er. Já, mér er það var að leika sér orðum þá sko, veist, ég get ekki gefst upp. Okay. En uppgjöf getur átt sér stað. Það er annað. Já. Ég get ekki tekið ákvörðun um þetta. Já. Þetta er eitthvað sem gerist og uppgjöf á sér stað. Aha. Og fyrirgefning rís. Já, mér finnst það fallegt líka. Og rís innra með mér, fyrirgefning. Vá, en við verðum að ná utan það hérna í lokin. Þetta er hérna mjög áhugaverð sagan þín sem útskýrir líka margt af því sem hérna, þú ert að miðla okkur hérna í dag. Og þá er það kannski hvað bætist við í þinni heimsmynd við það að það séu geimverur og fljúgandi furðuhlutir? Það þarf að slá mannin út af laginu. Við erum svo hrokafull. Það þarf að gera okkur agndofa.
meira þess að þið psykopatiska, stökkbretta, kapitalíska djúbryggi, það þarf að gera okkur agndofa gagnvart einhverjum veruleika sem við skiljum ekki og höfum enga stjórna. Erum við of hrokafull að trúa að það sé ekki líf á öðrum hnöttum? Það þarf bara það þarf að afvopna okkur. Sérðu fyrir þér hvernig það geti gerst? Ég get séð það fyrir mér, já. Ég get séð það fyrir mér að og nú ég bara fabulera, að þegar við erum komin það langt að við erum farin að ógna vistkerfi jarðarinnar, og ekki bara jarðarinnar, heldur líka bara á kosmískum skala, því að alla breytingar hér á jörðinni hafa áhrif í gegnum bara skammtafræðileg tengsl bara innan rýmis. Það sem ég reyna að segja er að þetta hefur áhrif á öll sólkerfi alheimsins. En þegar við erum komin á þann stað þar sem við erum farin að ógna öryggi okkar hérna og öryggi jarðarinnar, og nú ég bara fabulera, ítreka og undirstrika, að þá stígur hérna neður til jarðar hefur upplýsta alvald sem snertir okkur á þann hátt að við fellum þessa grímu því við eigum ekki roði í þetta. Við reynum að skilja, við erum aldrei skilja. Við reynum að handleika eða stjórna, því að ótti náttúrulega bara elur af sér þessa örvæntingafullu þörf okkar í að vera með stanslösa stjórn á öllu, að vita allt, að skrifa allar þessar sögubækur. En þannig verðum við afvopnuð. Í hvaða formi kemur þetta, þessi alvitund? Í hvaða formi? Já. Ég kannski kemur hún ekki einu sinni í formi. Það er einhver orka kannski. Já. Mögulega. Og fólk spyr hvenær koma geimverurnar, og ég segi þær eru komnar. Og ég held að hafa aldrei einu sinni farið. Þetta sé hluti hérna sem við erum ekki nógu næm til að skynja. Já. Þetta er hérna allt í kring. Já. Og er eitthvað svona sérstætt sem að þú sér fyrir þér á næstunni að við munum hérna fá að upplifa, eða mannkynnið? Það er sko svona í mainstreams hérna umfjöllun, þá er þetta bara mjög mikið í gangi, og það er búið að vera erfitt að skrifa þetta handrit sem ég var að ljúka, því að það er einhvern veginn bætast við að koma nýjar upplýsingar fram okkur á einasta degi, þótt að sé ekki fjallað endilega þetta á Vísi eða MBL. Þannig að það er mikið í gangi, það er verið að leiða okkur inn í einhvers konar uppljóstrun, og hún mun eiga sér stað núna á þessu ári. Ég er eiginlega 100% viss um það. Hún mun verða stýrð, því að ennþá einhvern veginn bara er þetta djúpryggis-afl, einhvern veginn peningarnir með völd, og en samt sem áður, í mainstreams fjölmiðlum þá verður þetta að umfjöllun, og við munum fá að vita að við erum ekki ein. Og það verður kannski Trump bara sem að stígur fram. Mér finnst það mjög líklegt, já, algjörlega. Og eitt sem að með þetta í húti, þú talar svolítið að þú hafi fengið skilaboð. Hvaðan koma þau og hvernig getum við fengið skilaboð? Eru við öll færum að ná þessari tengingu, þannig að við getum náð svona niðurhalli og upplýsingum? Öll. Við getum það öll. En þetta snýr að eftirgjöf. Já. Og þetta snýr í rauninni að því bara hvar ertu staddur, eða hvar ertu stödd. Ertu búin að þjást nóg? Í alvörunni. Þarf að vera þjáning áður en. Er ekki komin tími? Já. Erum við ekki hér nú? Erum við ekki búin að þjást nóg? Og það er bara þessi uppgjöf. Og ég held einhvern veginn, sko, þegar við áttum okkur að því að það er engin raunveruleg fæðing né dauði annað en bara ákveðu umbreytingaferðliða sem sálin er að taka sér í rauninni bólfestu í mismunandi formi. Þegar við áttum okkur einmitt á því að dauðin er sko alveg jafn vinnveittur okkur og fæðing, þá hverfur þessi ótti, því í rauninni er allur grundvallar ótti, hann snýr að við óttumst dauða eða endalok. Já. Hvað sé endalok? Hugmyndar, endalok, eitthvað konar sjálfsmynd, sjálfsvirðing,
bara ótti við höfnun ekkit annað en bara þetta bara dauði viðurkenningar, að ég sé viðurkendur og tekin inn í hóp, þetta snýr einhvern veginn alltaf dauða á endalokum og einhvern veginn, og ef við einhvern veginn bara sættum okkur við það og sjáum það bara raunverulega að það engin dauði og allt ferli einhvern veginn bara út frá gefnum forsendum og einhverjum svona karmískum lögmálum sem að ég get ekki einu sinni reynt að byrja að reyna að skilja því þetta bara eitthvað líf eftir líf eftir líf eftir lífskeið að þá einhvern veginn kemstu inn í bara einhverja lífræna bara anarkíu sem að bara meikar engan sens og fyrir vikið þá bara stendur agndofa gagnvart þessu og þú ert bara svo sjúklega undrandi því þú veist ekkert hvað í gangi, þetta algjört stjórnleysi og þú getur ekki annað en gefist upp fyrir því og sagt bara jalla, skilur við, það bara ég gef mig þér á vald því ég hef enga stjórn kannski loka orðin, það hérna í þessari uppgjöf felst að við losum okkur undan óttanum og erum opin fyrir því sem í þessari uppgjöf losnum við undan óttanum já og hið hvað ég segja, hið guðlega ljós nær einhvern veginn að skína og við upplifum þessa náðun sem einhvern veginn bara sem okkur ætlað og við búum yfir þessu þetta býr innra með okkur ég þarf ekki að stjórna þessu lengur og þvílíkur léttir, þvílíkt frelsi. Þetta reyndar frábær lokaorð að þetta svona, það bjartsýni þessu bjartsýni, það ekkert nema ást ást og ekkert nema ást og þú tala líka að með því að gefast upp þá verður pláss fyrir leik og hafa gaman. Ég gefast upp þetta sögn með því að verða fyrir uppgjöf. Þetta verða fyrir uppgjöf. Ég ekki að gera þetta. Já, mér finnst þetta. Þetta upplausn á ég Þetta uppgjöf sem á sér stað. Já. Ég ekki að gera neitt. Þetta ekki neinn ákvörðun sem ég tek. Þetta einmitt hætta að taka ákvarðanir. Já. Hættu. Vertu. Bara, það líka sögn að vera. Það er ekki hægt að koma álum að þessu. Tungumáli allt þarna. Ég að segja þetta svo flókið. Allt út frá ekkoinu, já. Heyrðu, en ertu sáttur við, eða einhver lokaorð sem þú vilt gefa okkur sem að... Nei, kannski ekki annað en það bara, UFO 101 til staðar, hún til sölu, það þetta að nálgast hann í öllum bókabúðum, það líka þetta að nálgast hann hjá mér, hún inn á Storytel líka og svo framhaldið á leiðinni og ég þakklátur fyrir að hafa fengið bara tækifæri til að skrifa þessa bækur, þetta búið að vera ótrúlegt ferli fyrir mig og bara sannur heiður. Bara gaman að fá þig og ég ætla að tala við aftur þegar Trump kemur með yfirlýsinguna. Ég mjög spennt. Já, ég líka. Ég sjúklega spenntur. Ég mæti. Í kommunistu höllina. Já, hörðu. Takk fyrir okkur í dag. Takk. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.